Já, góður hlustendur áhorfendur, velkomin að Rauða borðinu á föstudegi og eins og vanalega þá eru hér Mikael Torfason og Biggi Veira og Benni Erlings nú ekki hérna núna í kvöld, en leynigestur kvöldsins Simmi Will, Sigmar Viljámsson, fjölmiðlamaður, businessmaður, hefur komið víða við og nú bóndadagurinn og ég ætla að athuga hvort ég geti byrjað á að tala bóndan í ykkur öllum. Karlmennsku og svona og það kannski að byrja á heiðursgestinum Sigmari. Þú ert sonur silfurhafans frá Ólympíuleikunum. Svona karlmennsku tákni síns tíma sem að þrístökk og var svona komið sigurinn heim og var svo skólamaður mikill. Já, skólameistari, stofnaði menntaskólann í Egilsstöðum á sínu tíma. Já. Og var í Reykholti líka lengi verið þar á undan. Já. Já, sko bóndadagur, ég meina, þetta þetta bara fínt, eða ekki? Og sérstaklega kannski núna í þessu samfélagi sem við búum í dag, þar sem að karlmennska ná í miklu undanhaldi. Það er dagur sem ég að venda karlmennskuna. Já, ég meina, sko, það einhvern veginn, maður alltaf stimplað sem einhver kallremba ef maður veit svona aðeins í að einhverjum svona, einhverjum gildum sem að... Það ekki bara því þú ert kallremba? Fólk kallar þig kallremba? Brauð er brauð? Ég eflaust kallremba í einhverju skilningi þess orðs, sko. En mér svona vegið að mjög mörgu í samfélaginu sem stýra kallmenn og það bara þannig. Það veit allir hvað ég að tala En þetta orðið svona að einhvern tímann hefði verið að segja að einn konudagur á ári og svo eiga kallarnir alla hina dagana. Upplifur það að það sé bara einn svona kalladagur á ári og svo lifuru var það ekki Jakob Bjarnar sem sagði að kallmenn byggju í stúlknaherbergi. Það væri veruleiki kalla. Jú, Jakob Bjarnar skrifaði grein í Mannlíf sem að og hugmyndin var, þetta var svona brainstorming hugmynd sem var að sko þú flytur út úr svona svolítið svölu unglingaherbergi þar sem þú ert með sko plagöt og kannski kynslóð Jakobs með plagöt af Led Zeppelin eða eitthvað og kynslóð mín með plagöt af Tupac Shakur og Biggie Smalls og þetta svona, þú veist, og sumir eru með Manchester United rúmföt eða grein Jakobs sem ég endur segja hér og svo flytur inn og svo vaknar upp sko skyndilega í svefnherbergi sem á þú er aldrei dott í hug að setja einn einasta hlut. Það var kenning Jakobs, það einn sko. Og sjálfur býr Jakob einn í dag og ég veit fyrir víst þegar ég hef komið heim til hans og hann með byssuskáp í sínu svefnherbergi og það þess að Power kemist upp með það sem er í sambúð með vitiborðinu manneskju. Þú ferð á veiðar með Jakobi og átt byssur. Ert þú með byssuskápinn í svefnherberginu? Nei. En ég bjó eins og einn og þá var mikið gert grín að mér að ég var með tímar læsta, haglabyssu í fataskáp, en þá var ég fráskilinn og innhleypur, sko, en nei, ég er ekki með byssuskápinn sem ekki. Og ekki túbak upp á vegg í svefnherberginu? Nei, engan túbak upp á vegg, ég var lengi með inn á, sko, salverðinu númer 2 í húsinu sem ég bjó í Breiðholti, sem að, við byggum í þar áður en ég flutti erlendis. Það var ég lengi með salverð númer 2 sem var bara með klósett og vaski, var ég með ristöð plaggat, fekk að vera með þar af Arnold Schwarzenegger, frá 1974, árunni sem ég fæddist, þar sem hann var á lendarskílu, svona vöðvast eftir að fallur, og maður gæti pissað og horfði svona beint á hann þegar maður var að pissa. Já. Conan pósterinn. Hvað var upp á vegg í þínu herbergi? Hjá mér. Sigmar, þegar þú varst frjáls ungur maður áður og þú gekkst inn í kvennaheima. Ég var með Rocky og Rambo, svo var ég með Tom Cruise í Cocktail and Dreams og svo var ég með Maradona. En Biggi, má ég spyrja þessu, hvað hékk upp á vegg í þínu unglingaherbergi, Biggi? Ég náttúrulega, sko, svo seinþroska, þannig að það alltaf svona pæling, hvenær varð ég unglingur og hvort ég sé orðin fullorðinn, skilur. En kannski besta dæmið einhver konar rými sem fekk að vera
strákalegt vegna þess að móðir mín náttúrulega sko kom og þreif og alls konar svona, þannig að þetta var ekki alveg fullkomlega mín eign þetta herbergi, það sem ég bjó í þegar ég var, samkvæmt svona tölulegri greiningu á aldri unglingur, en ég flutti sem sagt einn og bjó einn í þriggjaherbergi íbúð sem ég keypti mér og þá má ég segja að mér fannst þetta vera nokkuð flott þegar að sko ég var með rúm, ég var með gamlan sófa frá ömmu minni og sjónvarp og alla plöturnar að smakka Lego alla stofuna því hún vantaði geymslurými og svo bara plötuspilara og góða hátara og þetta var bara uppskriftin af mjög góðum sko tilhugulífi fyrir fullorðinsárin sem voru sér náttúrulega bara eyðilögð þegar ég fór í sambúð. En ertu ekki meira og minna í þessu herbergi eitthvað, en hefur ekki lifað í þessu herbergi með... Jú, svo náttúrulega smátt og smátt af því að ég fer í tónlistina og svona með sko svona, já, með eigin atvinnustarfsemi, sko, þá hef ég þurft að búa mig til rými sem mjög mikið af græjum sem eru kannski tengt við stráka, en ég vil ekki endilega gera það, ég kannski meira, þetta kannski tengist ekki græjum og beint, en svona attitúti í rýminu er meira vinnu, þetta rými sem ég með hérna, þetta ekki alveg svona, þetta, ég veit ekki eins og, mér fannst bara svo geggjað á þessum tíma, ég bjó í Breiðholtinu og ég flutti á Baldursgötu 12 á 3. hæð, horfði svona inn við litlu húsin og þetta var sumar og mér fannst bara eins og ég hefði verið að flytja til útlanda, þetta var svo geggjað. Sá Bessastaði þarna ekki svona lengst í fjarska og svona, þetta var alveg geggjað, annars hafði ég alltaf verið bara í hólunum og með esjuna bara sem smekkfyllti, þú veist, stofugluggan og öll svo fortíða diskun sem henni fylgir og hún táknar og þannig að mér fannst þetta vera rosalegt frelsi að fara þarna inn í miðbæinn og vera bara búa með plötunum og smakka Lego í svona cirka 6 mánuði. Ertu Biggi, ertu alveg upp á einstæðri móður eða ertu ekki, þú ert sonur Þórarins Sigurðssonar, ég þekki pappa þinn, ég þekki líka pappa Mikka, eða þekkti pappa Mikka. Ég hitti nú pappa Simma nú bara kannski 2 held ég. Já, þetta voru náttúrulega frjálsar ástur og svona þannig þegar ég var getinn og svona, þannig að hann eignast alltaf börnum hann á 17 tíma, eða á sama innan árs. Ég var eitt af þeim og hann valdi að búa með annari sem kannski bara ágætt þannig að hann fór bara í eitthvað rugl og móðir mín bara skar á þá taug bara þegar þetta var bara og vildi ekki með þetta hafa sem var bara mjög gott og svo eignast ég stjúppappa sem var bara fínn kall, enda mjög kall en frábær og mjög traustur, góður fyrir mömmu og saman byggðu þau sig út úr í raun og veru því að þurfa að lenda nokkuð tíman í svona þessari fátækt sem að vera í raun og veru á heimili foreldra hennar og já, þannig að ég bý með þeim og fæ bara svona, já, þau voru mjög svona traust fólk og trúðu á það að það gætu allir bara komið sinni ál vel fyrir borðið þau væri bara nógu agaðir og skynsamir og þess vegna kjóðu þau náttúrulega Sjálfstæðisflokkinn en svo náttúrulega vandamál að það fæst fólk aga og skynsamt, allavega ekki ég. Þannig þú ert alveg upp við það að Sjálfstæðisflokkurinn sé svona skynsemi. Já, enda hef ég kosið Davíð Oddsson, sko. Ég hef með það á sakaskráni. Ég er þetta með kenningu Sjálfstæðisflokkinn, sko. Og ég sé hann alltaf opinbera sig meira og meira sko, með þá sem kjósa flokkin. Þetta náttúrulega í fyrsta lagi er þið bara með default 20% hirðfylgi, alltaf. Það er alveg sama. Og ég er búin að átta mig á því sko, að þegar þú veist voða lítið og ert ekkert að kynna þig mikið í málin, að þú vilt ekki að fólk fatti það hvað þú ert illa upplýstur samfélagsmál, að þá segir bara ég kaus Sjálfstæðisflokkinn til þess að þurfi ekki að lenda í einum debatt á kaffistofunni. Af því að ef þú segir það, já, þú ert einn af þeim, þá nennir ekki að staldra við það. Ef þú segir, heyrðu, ég kaus Bjarta framtíð. Ha, af hverju? Þá þarftu einhvern veginn að fara að skýra það út. Þannig að það er voða auðvelt að segja bara, já, ég kaus Sjálfstæðisflokkinn, af hverju? Af því að ég er í atvinnurekstri. Já, en hefurðu kynnt þér hvað þeir hafa gert fyrir þig í atvinnurekstri? Þú með þitt litla fyrirtæki. 0. Já, sko vandamálið er bara það sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur svona náð í gegn með því að vera svona sísitjandi á þessum völdum sínum að bara að hafa skilgreint sig bara í huga megin þóra þjóðarinnar og sérstaklega eldri kynslóðarinnar sem bara svona default. Þannig að nákvæmlega svo segir, ef fólk dettur ekki annað í hug að þá kýst það hefur það kosið Sjálfstæðisflokkinn þannig að hann stendur bara fyrir eitthvað sem að lúkkar vel á pappír og er svona sterkt og vera
hafa sér almennilega til og svona og hugsa peninga og allt þetta. Þykir bara töff. Nei, hann munum ekki þykja töff. Það frekar svona... En það ekki í dag. Nei, ég að segja svona, það var ekki tíðina. Það var frekar sko, ég ekki pólitískur, ég kýs bara Sjálfstæðisflokkinn. Það þýðir að vera ekki á móti neinu og vera bara með óbreyttu ástandi. Það ekkert sérlega, vera aldrei þó töff. Það bara svona, ok, allt í lagi, truflar engan, það ekki? Það kenning Simma, sem góð kenning, en ég var alveg við það, sko, að við söguna sem að pabbi sagði mér sko, þegar hann kíkti í verkamannavinnuna sem afi var að vinna og hann var lítill gutti og þeir voru að vinna hjá sambandinu við að svíða, afi var að vinna við að svíða kindahausa, svona vinsælt á bóndadaginn og svo kallar afi á einhvern mann hann að koma og hitta þá og þá kemur sko maður sem augljóslega þroskaheftur og afi segir við pappa, þessi maður kýs Sjálfstæðisflokkinn. Þannig ég var alveg við það að það væri sko, þú væri sko bónafætt fáviti að þú myndi kjósa Sjálfstæðisflokkinn. Þannig ég var alveg svona anti Sjálfstæðisflokkinn sko. En Sjálfstæðisflokkurinn sko, situr við völd. Og það sem magnað, nú verið að ræða bara, maður fylgjast með, ég mikið rætt í bandarískum fjölmiðlum að við vorum að fylgjast með skömmu fyrir kosningar, var verið að skipa nýjan dómara við Hæstarétt í Bandaríkjunum. Og við búum við það að nær linnulaust frá sko, stofnun lýðveldisins hefur Sjálfstæðisflokkurinn setið sem þessi dómsmálaráðuneytið eitthvað og skipað alla dómara, nánast alla dómara sem eru, hvort sem það í Hæstiréttur eða og svo fáðu stundum með slegið á fingurnar að einhverju mannréttindadómstól hvernig þeir skipa þá dómara. Það mun taka okkur, segjum að komist, það myndast eitthvað svona bandalag vinstrimanna eitthvað tímann eða einhverja annara en sjálfstæðismanna sem verða við stjórn. Það mun taka, ég veit ekki hvað heil kynslóð í pólitík það mun taka heila kynslóð að vinda ofan af þessu. Sem kannski 4 kjörtímabili eitthvað sem að menn geta alveg verið svartsýnir eða bjartsýnir á að núna skyndilega í næstu kosningum fáum við hinn einhvern veginn sem erum ekki í Sjálfstæðisflokknum og hafa ekki kosið Sjálfstæðisflokkinn 4 kjörtímabil en það örugglega hið minnsta sem þarf bara til að vinda ofan af hvernig allar stofnanir, það skiptir engum máli hvort það sé sko allir lögreglustjórar á landinu, allir dómarar, þetta er alveg ótrúlega, það verður alveg ótrúlega seigt í að breyta þessu, að breyta nokkrum sköpuðum hlut og þetta eru til dæmis sko stóru svik finnst mér eins og Vinstri grænna að fara í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokki að svíkja þetta þegar þú þarft ekki að vera sko sæmilega að læsa fjölmiðla til að sjá bara skekkjun í þessu. Þetta skekkir samfélagið svo mikið og þetta miklu skakkar á Íslandi en á hinum Norðurlöndunum en í Evrópu almennt því að hinn Norðurlöndin hafa fengið miklu meira jafnvægi þar sem að stundum hafa verið einhverju konservativ, einhverju slíki flokkar eða venstri í Danmörku og komist til valda en það var átt löng tímabil af sko sósíaldemókrötu sem að þurfti að gera eitthvað bandalag á vinstrimængnum með róttæku vinstri fólki og miklu meira jafnvægi þess vegna eru miklu meira líkur á að njóti sko sannmælis og fáir sko raunverulegt réttlæti hvort sem er á dómstólum eða öðrum stofnunum eins og í bara Danmörku eða Svíþjóð eða Noregi. Við búum við sko skelfilegasta, versta ástandi á Norðurlöndunum og bara eitt versta ástandi þú ætti að leita aftur til sko Austur-Evrópu eða mjög sunnalega til að leita í jafn slæmt ástand á Íslandi. Já, það eitt sem ég finnst svo áhört við þetta að mér finnst jafnvel sko fólk sem að sko aðhyllist hugmyndafræði Sjálfstæðisflokksins ætti samt að hafa allar áhyggjur af þessari þaulsetu við völdin það hefur bara verið sýnt fram á það að sko völd spilla fólki, þetta bara eins og að þú veist fara bara í ákveði svona geðhrörnun að sitja lengi að völdum og ég held að þegar það er svona ákveðin svona hópur situr svona rosalega lengi að völdum þá er það bara hluti af því hvernig völd virka, þau spilla fólki þannig að það er bara öllum hópum eðlilegt að fá frí og skilja það að þessi völd ekki þeirra þau þurfa að sækja þau í eitthvað svona samkomulagi. Það er trix sem að þjóðir hafa notað sem að lendi í þessu. Það er að stofna annað lýðveldið
og sem að gefa tækifæri til þess að það er bara komið ný lögregla og þá er þetta endurmanna allt heila klabbið. Frakkar hafa stundum gert þetta en kannski ekki svona alveg þannig að það hafi bara búið til nýjan Hæstarétt og svona. En þetta má sko, þjóðin er fullvalda, hún má búa til það svona kerfi sem að hún bara vill. Ég meina, ég held að ef ég bara má skjóta mitt bara örstuð á þetta, er bara, ég held að það þurfa að vera, sko, ef að það segjum eftir næstu kosningar, þá vonar maður að það verði einhvers konar stjórn sem verði ekki með Sjálfstæðisflokknum. Mér er eiginlega alveg sama hvað, bara það er ekki Sjálfstæðisflokkunum, bara please. Og þá verður að vera dálítið viðbúið og nauðsynlegt í raun og veru að hræra eitthvað allavega inn í starfsmönnunum í ráðuneytunum, bara til svona hrista upp í þeim. Ég er ekki hrist upp í þeim varðandi það bara hvernig núna systemið er. Af því að það er sannarlega þannig að sko ég held að þessi flest allt fólk sem vinnur bara á stofnunum ríkisins, hvort sem að það eru inn í ráðuneytunum eða annars staðar, þetta er bara velvilja fólk og mest alltaf byggla frekar vinstri sinna, sko, en þau eru bara orðin hlut af einhverju færibandi inn í sínum stofnum og það kannski þarf eitthvað að hrókera, að setja þennan að láta mjög önnu verkefni og svona, og það þarf að gera mjög mikið af þessu, bara þess að aðeins að rugla í mannskapnum sem hefur verið að vinna hingað til fyrir Sjálfstæðisflokkinn og ekki síst í þeim ráðuneytum sem Sjálfstæðisflokkinn hefur eiginlega dominerað. Og þá verður að vera dálítið svona bara almenn stemming fyrir því að þetta er bara eitthvað sem er eðlilegt en ekki alltaf bara að berjast á móti og allir bara springi í loft upp af því að þetta er svo eitthvað svo óréttlátt að einhver misti vinnuna sína og var settur eitthvað annað og eitthvað svona, þá þarf að passa sig dálítið þessu, en þetta er hluti af því verkefni að losa eins tök Sjálfstæðisflokksins sem ég held að sé fólkin sem er að kjósa Sjálfstæðisflokkinn in the long run til góða að hann endurnýi sig eitthvað og ef að þau hafa eitthvað áhuga á því ef það er eitthvað konkrétt inn í þeim sem að þessum flokki sem að á eitthvað erindi inn í umræðuna. Sem ég ertu alveg upp á Egilsstöðum og það er það? Já, ég er alveg upp á Egilsstöðum. Þar eru bara 2 flokkar eða ekki, það er bara Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur, er það ekki? Nei, Austurlandið allt er vítt og breytt út með... En upp á héraði er eiginlega bara 2 flokkar eða ekki? Já, ég held að það er náttúrulega byggt upp bara á sambandinu. Þetta er þjónustabær sem að eingöngu byggir á því að þjónustabændur og búalið og nágranni þetta í kring. Mitt heimil er þannig að mamma er bara hörð sjálfstæðiskona því að hún var ekkert mikið að kynna sér málin, en hún leist alltaf svo vel á sjarman í Davíð og Davíð var bara hennar maður. Og Davíð var fyrsti Trumpin í svona siðmyndu vestrænu ríki. Var alveg ótrúlegt sko hvað hann var mikill Trump og ég hlust einmitt viðtal að margar konur elska Trump. Ég held að Óli Thors hafi verið Trump líka. Já, ég var ekki komin, ég var ekki byrjað að hlusta út af þetta þá. Pabbi var síðan svona maður mikill að málamiðluna, hann kaus ekkert alltaf eitt flokk og hann hafði mjög gaman að því að velta hlutunum fyrir sér allar hringinn og sem dæmi þá svaf hann alltaf með BBC á nóttunni og þegar við vöknuðum á morgnana þá var hann að segja okkur alltaf eitthvað svona heimsfréttir og eitthvað hluti sem komu síðan seinnipartinn á RÚV og það var alveg ótrúlega því að hann svaf en heyrði fréttirnar, ég hef aldrei náðu þess alveg. Og svo í seinni tíð þá var hann mjög mikið að hlusta á kínverska útvarpið og var voðalega fascineraður af því hvað væri mikið lýðræði í kommunistaflokknum. Og þegar hann sagði sko þar er ómögulegt að halda kosningar, sko, þú heldur ekkert kosningar þar. Þú ferðu á alla kjörstaði og safnar saman atkvæðum og telur niðurstöðuna, það er ekki hægt. Og hann var svona að segja, já, eina leiðin er náttúrulega bara að handpikka þá færustu í háskólanum og bjóða þeir í flokkin og innan flokksins er síðan kosningabaráttu heilmikil undiralda. Nema náttúrulega búið síðkastinn, hún er náttúrulega bara einræðis herra komin líka við völd og bara lýsa því yfir alltaf vera þar alveg tíð. En hann var mjög hrifinn af hugmyndafræðinni eins og flokkurum var byggður upp að innan flokksins sem telur þetta 100.000 manna af fólki af öllum gerðum og stærðum að þar inni var ákveðin pólitík þar sem menn reynda að vinna sig upp í innan flokksins. Þetta er svo lýðræði í Aþenu þar sem er lýðræði meðal elítunar og svo þrælarnir hafi ekki atkvæðið. Já, og ég meina, að einhver leyti getur við kannski séð anstöðu þess í Bandaríkjunum, af því að við verðum síðan að segja hvort er betra, hvort er verra. Ég meina, við erum að sjá að fólk með kosningarétt er að kasta atkvæði sín í áttir sem eru alveg galnar hjá öllum sem eru yfir meðalgreind. Myndi ég segja, sorry að ég skulle vera svona harður í þessu, en ég allavega ólst upp fyrir það að reyna að sjá alltaf hlutina í 360 og ég áttaði mig á því að miðjan hendar mér mjög vel. Núna eru bara allir flokkar á miðjunni.
þannig. Það eru ekki allir til hægri, ég upplifði þannig að það er allir flokkar til hægri. Nei, ég held ekki. Sko, hvað miðjan í stjórnmálunum? Fyrir mér eru stjórnmáli blanda hagkerfi. Fyrir mér það þannig í landi sem við búum í, við viljum að allir fái sömu tækifæri til menntunar. Við viljum að allir standi jafnir frammi fyrir heilbrigðiskerfinu. Við viljum ekki hafa stéttaskiptingu á því hvernig menntun þú farið eða hvernig heilbrigðiskerfið þú nýtur. Við viljum að samgöngumál séu hér tryggð fyrir nemendafélagspenningin. Stjórnmál ekkert annað en nemendafélag og við erum nemendur sem borgum í nemendafélagi og ef nemendafélagi heldur ekki 3 böll fyrir okkur þá kjósum við ekki aftur þetta nemendafélag. Og ef við horfum á hvert skattpeningar okkar hafa farið og við kíkjum á samgöngumálun okkar, heilbrigðismálun okkar og menntakerfið okkar, þá sjáum við strax að menn hafa haft fókusin einhvers staðar annars staðar. Þegar menn standa frammi og segja, herðu, já, kostnaður ríkisins hefur ekkert þanist, hann hefur alveg verið í sama hlutfall og verg landsframleiðsla. En verg landsframleiðsla hefur þanist, þá hlýtur auðvitað stjórnkerfiskostnaðurinn hafa þanist. Einhvers staðar hljótum við að vera með tappið og umfram landsframleiðsla, hún fer þá í uppbyggingu innviða. Og eitt dæmi sem ég get nefnt bara eins og með skólamálin. Ég har hugsað þetta daginn. Nú ég fráskilinn. Ég ekki bara faðir og ég með börnin mín í viku og allt góð með það. Tek það hlutverk mjög hátíðlega. Aðra hvora viku, ekki bara eina viku. Aðra hvora viku. Nei, þetta vika. Já. Og en sko, ef við horfum bara svona, leyfum okkur aðeins að horfa samfélagið okkar, af því að það alveg gleymst í þessu COVID að vera með samfélagsmælin eins og sjúkamælin í COVID. Við erum með atvinnuleysi, sjálfsmorðstíðni, félagslega vandamála, fullt af hlutum. Ef við verðum að greina það jafn daglega eins og COVID-tölurnar, þá myndum við svona aðeins horfa öðruvísi á viðbröðun okkar, sko. En ég fór að hugsa daginn. Núna var að koma nýtt ár. Fjölmiðlar uppfullir að í 10 leiðir í að koma sér í betra form, betri lífstíl, betra mataræði, me time, ekki taka vinnuna með heim, hugsa sjálfa sig, jóga. Fólk að lesa þetta, talandi þetta á kaffistofunum, en morguninn fór það með börnin sín í stofnum sem að gera nákvæmlega búa til þessi vandamál. Þú ert með mötuneyti sem ekki með sérstaklega góðum mat og það fritt aðgengi að einhverjum sósubar, það enginn að fylgjast með næringargildi forsvaðnu kartöfluna sem boðið upp á í mötuneytinu og börnin eru síðan send heim með heimavinnu. Hvað erum við að gera? Við erum að framleiða fólk með sömu vandamál og við erum að reyna að vinda ofan af. Af hverju erum við ekki farin á undan vandan? Okkur förum við ekki tökum áfengisvandamál, okkur förum við ekki á undan, okkur kostar það mig 130 skall að vera með börnin mín í íþróttum. Og það með frístundaávísun, sko. Hvað að gerast? Því að það ekkert allir gjaldfærir þetta. Það ekkert allir efna því að kaupa heita máltíð handa börnunum sínum og oft máltíðin í skólanum eina heita máltíði sem fjölskyldan velur að bjóða upp á og hún drasl. Í Frakklandi einhver einasti hádegismatur í öllum grunnskólum Frakklands, sami hverju þú drepur niður fæti, kennslustund í næringarfræði mannasviði. Þeir segja, hvort þú sett pípari, múrari, lögfræðingur eða forsætisráðherra, þú þarft að kunna næra þig. Og af hverju investeraðir í þessum kostnaði? Jú, af því að hann sparar í heilbrigðiskerfinu down the line, í lífstíðsáunnum, sjúkdómum og svo framvegis. Við erum ekki að kenna fjármálalæsi, samt erum við að berjast fyrir kjörunum okkar og fólk veit ekki svona hvaða tökstu það er með. Ég er með ungt fólk sem kemur hérna úr menntaskóla og veit ekki svona hvað dagtaksti, kvöldtaksti og helgavinnutaksti er. Og maður er að kenna þeim þetta. Þetta á skólakerfið að kenna. Akkur erum við að framleiða einstaklinga sem hafa ekki áhuga á stjórnmál. Okkur erum við að kenna sögu. Við ætlum að skipta því út fyrir nútíma stjórnmál. Miklu mikilvægara. Það er miklu mikilvægara að kenna fjármálalæsi heldur dönsku. Og þá kem ég að finnska menntakerfinu sem ég er snilld. Þeir segja, þú ert einstaklingur, þú ert 6 ára, velkomin. Þú ert 10 ár hérna í þessari stofnun. Þú þarft ekki að læra út frá aldri heldur hæfni. Þú getur verið búið með stærðfræðina 9 ára. Ekkert mál. Þú ert á í bekk með öðrum sem eru eldri og alls konar aldursmix. En hvernig er vinnumarkaður? Þú ert að vinna með fólki á öllum aldri. Þú ert að undirbúa þau að aldurskomplexar eiga ekki að vera eitthvað svona komplexar. Þú getur áunnið þér áhuga á allt öðru. Þú kannski engan áhuga á sögu í 7. bekk, en hún getur kannski komið þegar þú átt að vera í svokölluðum 10. bekk. Þannig að þeir segja bara, þetta eru fögin sem þú þarft að klára á þessum 10 árum til þess að þú sett gjaldgildur einstaklingur út í samfélagi. Ef starffræði liggur ekki fyrir þér, þá gæti það hins vegar læst hægt og rólega hvernig þú agar vinnubröðið. Þú er betri tök á því að aga þig þegar þú ert kannski 14 ára heldur en þegar þú ert 8 ára.
bottom line skólakerfið þarf að skila einstaklingunum með hæfni í þessum fögum, það þarf ekki endilega að vera einhverju tímaröð út frá aldri, hugsið hvað þetta er steikt. Ég er að vinna með fólki á öllum aldri og það er ekkert sá elsti sem ræður, það er ekki raunveruleiki. Þannig að nú farðu hérna svona áfanga einhvern á þessa ræðu. Mikki, hvað þér vitið þessu hjá svona? Ég er að lesa þetta, ég vissi ekkert finnska skólakerfið annað en hvað væri frábært sem að samkvæmt einhverju mælingum og ég oftur spurði oftur að ræða þetta eitthvað skilur og ekki haft hugmynd. Ég þekki bara skólakerfi út frá þeim löndum sem ég hef búið í sem er Ísland og Danmörk. Ég hef verið með börn í skóla í Danmörk líka og í Austurríki og Austurríkismenn eru vínabúar eru mjög gamaldags og dóttir mín gengur í skóla hérna rétt hjá og hún er 12 ára og það er svona plaggi utan á skólanum sem stendur að Stefán Zweig hafi gengið þennan sama skóla áður en nasistarnir hröktan úr borginni til Brasilíu og ég held að það ekki með breyta neinu síðan þá í kennslaaðferðum. Þau myndu missa andlitið, þau myndu heyra hérna í simma og eru bara að spyrja hana hvort hún ætla að læra frönsku eða latínu á næsta ári og mjög stífur að öllu svona. En ég myndi gefa þessu svona ágætis einhver. Ég er alveg alltaf hrifinn af svona nýjum hugmyndum en þetta er allt góður hugmyndir og þetta er allt satt og rétt. Eina sem vantar kannski ræðuna er að við erum búin að vera með af því að við erum orðið svo rosalega tekið beygju sem er fjarri, sem er frá Finnum og öðrum í Skandinavíu nær því sem hefur verið að gerast í Ameríku, þar sem hefur verið að ala undir þetta ríkasta prósent eða ríkustu 10% og við hefum verið óheppnir með milljarðamæringa sem að hvert getur sem er opnuð eitthvað skúffa á lögfræðistofu eitthvað staðar á Caymaneyjum eða Panama þá eiga Íslendingar eitthvað heimsmet þar í undanskotum. Þannig að við hefum verið rosalega óheppin sem samfélag. Við hefum verið með setu sjálfstæðismanna alveg, þetta er eins og að tala samgöngur. Þeir eru flýgur til Íslands, þeir eru flýgur til hvaða borgar í heiminum, held ég að þeirra borgar sem ég hef flogið til, þá getur maður tekið almenningssamgöngur að sjálfsögðu bara inn í bæ. Á Íslandi þarftu að taka strætó hjá Bjarna Ben og fjölskyldu hans. Ekki lengur. En það var svona konsepti sem var lagt upp með, eða hjá okkur einkafyrirtækjum, eða þú þarf að taka leigubíl. Þegar þú lendir í Vínarborg sem er Vín og Austurríki er mjög mikill kapitalismi hér og hér eru miklu kapitalistar. En þú getur bara tekið lest og stræt og alls konar almenningssamgöngur inn í Vín frá flugvellinum og það er sama með eins og þetta tala öryggisar barna sem eru fyrir skóla. Annað sem hvernig höfum við fjárfest í húsnæði fyrir þetta fólk sem hefur ekki efna á borga fyrir frístundir með frístundakortinu þegar við erum búin að selja bara verkamannabústað á opnum markaði. Í Vínarborg er 56% af öllu leiguhúsnæði er í eigu hins opinbera, hvort sem það eru sveitarfélög, ríki eða samtök eins og ASI eða Efling eða eitthvað slík sambönd í Vín. 56%. Ég myndi hvað er auðvelt fyrir okkur að tryggja öryggi þessa fólks. Þetta er svona í flestum, eins og að tala Frakkland. Svona er þetta í flestum Evrópuborgum. Það sem er tryggt, það er ákveðin hópur sem er á hvort sem maður er að vinna lægslaunustu störfin eða lendir í einhverjum vandræðum eða er að berjast til sjúkdóma eða örorku eða eitthvað slíkt sem er í vandræðum með alla þessar hluti sem þú nefndir, bæði varðandi, fæðuna sína eða húsnæði. Við ákvæðum bara og bara stolt og börðum okkur að brjóst fyrir COVID að við varum með gamma menn sem hefur verið upplýst að voru glæpamenn. Það var fólk, það voru mennir sem við siguðum á okkar fátækast og veikasta fólk. Þegar pabbiðin var að hugsa pólitík og vega og meta og meira segja þá var mamma að kjósa sjálfstæðisflokkinn sem var áður en kaus Davíð sem var líka sjálfstæðisflokkur sem tók þátt í þessari uppbyggingu, taldi sig einhvern veginn til að semja við vinstrið. Þetta er allt farið. Vandamál Íslendinga er að við gengum lengra og meðan að við skoðum hinn raunverulega, þú talar ástæðuna fyrir sjúkdóminum, ástæðuna að þú ert að fara fyrir vandan,
eins og í varandi að fara í grunnskólan og þú veist, í staðin fyrir að vera að mæta vandanum bara sem einhver lífstílsátak í janúar á hverju ári, þá það bara fyrir vandan sem hver, það þarf líka að ná í þessa peninga. Því að peningarnir, það að ná þeim af, sko, í gegnum, sko, skattheimtu á hérna ríki. Og þá held ég að það ekki hægt að koma sjálfstæðismönnum frá. Skattheimta á hana ríku bliknar í samanburði við skattheimtu millistéttarinnar og við sjáum alveg hvað að gerast núna. Í þessu COVID þá opinbera sig svolítið kannski að mínu mati hvað að gerast í þessu samfélagi. Við erum núna með Black Friday hjá fjármagnseigendum á fyrirtækjamarkaði. Lítil og millistór fyrirtæki hafa hrunið í verði af því að þau hafa ekki fengið svo mikið sem björgunarhring í þessu flóði sem hefur vaðið yfir landið. Og þetta svona eitt af málunum sem að ég hef fengið upp í kokaf í íslenskum stjórnmálum og ég ætla ekki að gera eitthvað einn sekan í því, ég er ekki að fara í þann leik, eina sem þetta bara að laga ákveðna hluti hérna. Og það alveg þannig að 69% af öllum launþegum á Íslandi að vinna í litlu eða millistóru fyrirtæki. 69% af öllum launþegum á Íslandi að vinna í litlu eða millistóru fyrirtæki. Þessi fyrirtæki eiga sér ekki málsvara. Hann á að heita SA, en reglur SA kveða á að atkvæðarétturinn þar fer eftir fjölda starfsmanna per fyrirtæki. Ergo, Marel með meiri atkvæðisrétt inn í SA heldur en öll lítil og millistór fyrirtæki samanlagt. Þetta galið og þetta eru þeir sem fara með launasamninga fyrir hönd lítil og millistóra fyrirtækja. Galið. Ég ætla ekki að segja að lífskjarasamningurinn hafi ekki verið ágætis framtak og auðvitað get ég alveg sagt ykkur það. Ég þekki engan fyrirtækja eiganda sem í litlum eða millistórum rekstri sem ekki vill að starfsmönnum sínum líði vel. Þekki hann ekki. Fyrirtæki hins vegar sem að borga kannski 3-4 sinnum meira í laun heldur en nokkurn tímann EBITDA þeirra getur orðið, skiljiði, að segjum bara fyrirtæki veltir milljarði, 420 milljónir eru í launakostnað, 400 milljónir eru í hráefnis eða aðfangakostnað, svo ertu með rekstrarkostnað og EBITDA kannski 100 milljónir, segjum það, 10%. Þetta gott fyrirtæki. Þetta gott fyrirtæki af því að það rekstrarhæft, af því að það skilar rekstrarafgangi. Þú vilt að fyrirtæki skila hagnaði til þess að sé rekstrarhæft og eigi þá líka fyrir mögru árum. En þetta fyrirtæki að borga 42% allir veltunni í beinan hagvöxt. Því að laun fara beint í vinnu, strax mánaðamótin, hjá launþjónum. Af þessu eru greiddir skattar sem fara beint í ríkiskassan. En þegar þú ert með stóru fyrirtækin, sem eru með lágan launakostnað, mikinn hagnað, þá það peningur sem safnast einhvers staðar í sjóði og hann eiginlega bara deyr. Hann mjög hægur að koma tilbaka, þannig að hann svona að tekin úr samfélagslegri umferð. Þannig að mér finnst magnað hversu lítið fókus við höfum sett á lítil og millistór fyrirtæki, því að þetta eru fyrirtækin sem skila beinum hagvexti strax, ekki einhver risastóra framkvæmdir. Og þetta nákvæmlega sama og það átt við þegar það verið að dæla peningum út í samfélagið með einhverjum hætti. Ef þú lætur hinn fátæka hafa peningin, eða þann sem með lítið á milli handana, sá peningur fer beint út í hagkerfið líka. Skilum, ef þú lætur, þetta bara einfalda reiknistæmi, þetta alveg rétt hjá þér, ég hef ekki hugsað út í þetta, ég ekki í fyrirtækjarekstri, en ég get séð þetta sem svona heilbrigða skynsemi, og ef þú lætur þann sem á lítið hafa peningin, ef það á að spýta peningum út í samfélagið einhverjum ástæðum, eins og í COVID eða eitthvað, því að þú lætur hinn atvinnulausa, eða þú lætur öryrkjan, eða þann sem fátækasti verkamaðurinn, fátækasta verkakonuna, hafa peningin, það ekki fólk sem byrjar að safna þeim. Hann notar hann. Það segir bara, hann vantar stígvél á þennan krakka og úlpu á þennan, þetta verður allt útskilu. Þetta í svona ástandi sem við erum í núna, ættum við frekar að segja, flott, við ætlum að fara í risastór samgönguverkefni, leggja marga vegi og allt, en við ætlum að bjóða, ekki gera eitt stórt útboð, við ætlum að gera 20 lítil. Það var marga litla. Af því að þá verður til, þú skiljið, þetta hagfræði sem ekkert nýja nálinni, en eitthvað sem við þurfum að byggja, því að samfélag okkar 85% lítil og millistór fyrirtæki.
En lítil og millistór fyrirtæki eiga engin samtök, það er til samtök atvinnulífsins sem eru bara samtök hinna allra ríkustu fjármagnseigendanna og allra stærstu eigenda allra stærstu fyrirtækjanna og þau tala alltaf eins og sé að tala fyrir hönd allra fyrirtækja í landinu og atvinnulífsins sem þeir eru það bara ekki. Eins skrítið og það kemur úr mínu munni, þá er þetta bara rétt og það sýndi sig bara núna þegar menn sögðu, hei, getum við sett aðeins pásu hérna á lífskjarasamningi, bara, veist, það er COVID og öll fyrirtæki sem eru með launþegana í þessum launaflokki sem ræðir í þessum samningum eru lítil og millistór fyrirtæki. Marel er ekki með neina launþega á þessum launum. Þannig að það að meirihluti stórfyrirtæki, nú er ég ekkert að móti Marel, ég ætla ekki að gera Marel eitthvað vandamál, ég nota bara Marel. Nú ertu kvartað við því að SA hafi ekki verið nú hart í því að taka lífskjarasamning sagði bara, við getum ekki farið lengra í baráttunni gegn því að hann taki gildi í janúar, af því að það að hann sé að taka gildi núna er að verða mjög mikill banabiti á lítil og millistór fyrirtæki sem þegar eru búin að vera að heyja lífróður allt árið 2020. Og þetta eru ekki fyrirtæki með ofurhagnaði, þetta eru fyrirtæki sem að lýsa á það. Þetta eru þau sem eru að borga kannski 3-4 meira í laun heldur en nokkuð tímann hagnaður þeir geta orðið, skiljið. Finnst þér að launafólk eigi að hjálpa litlum og millistóru fyrirtækjum en ekki til dæmis ríkissjóður? Nei, ég finnst að launafólk þurfi að skilja leið og þú hækkar launin til þeirra, þá hefur það áhrif á vöruverð sem hefur áhrif á rekstur. Nei, það er eins og mikið að benda á að það er hagfræði sem við getum allan heim að besta leiðin til þess að örva hagkerfið er að hækka lægstu laun. Já, sko, ég tek alveg undir það, en við verðum líka þá að taka inn í myndin að þú ert með eitthvað sem heitir bara kaupmáttur. Laun skipta í sjálfum sér engu máli, það snýst það hvað farið fyrir krónuna. Og ef að þú ert að hækka laun 10 og segjum bara að hækka laun 4%, það framkallar, ég skal bara gefa ykkur dæmi minn rekstur. Ég veit ekki hvað það er. Ég er á endanum sá sem sel viðskiptavinunum vöruna, bara kók 100 kall. Ég þarf að kaupa þessa vöru á 30 kall. Þannig ég er með 70 á millin. Launakostnaður minn er 40, þannig ég er komin aftur upp í 7, skilja, ég reikna þetta mjög hægt. Hagnaði míns fyrirtækis, ég er bara sáttur ef ég næ 10%. En af hverju þú taka á launafólkinu, af hverju ekki taka kallinu sem seljaði kók, manninu sem leiðir, fjármagnseigendum, af því að sá sem seljaði með kók, konugreiði sem er að selja þessa kók. Ég er ekki að ráðast. Hún ekki eitthvað pening fyrir mat út mannu, ég næðis ekki. Ég er ekki að ráðast á neinn, ég er að segja, sko, stundum er betur heimasittið en farið að stað, því að sá sem selur með kók, hann þarf að hækka vörun á mig af því að hann er með starfsfólk sem hækkaði launum. Það verður allir að halda ákveðnu svigrúmi. Góður rekstur er hagnaður á rekstri. Það er góður rekstur, allir sammála því. Æ, Simmi, þú veist, ég kaupi þetta bara ekki. Við erum í kreppu, það eru 10% samdráttur í efnahagslífinu og það fyrsta sem við eigum að verja er að fyrirtækjaeigendurnir fái sinn hagnað. Bara, come on, slettu bara hagnað í svona 3 ár og svo verður það bara fínt eftir það. Nei, þannig virkar það ekki. Hagnaður er ekki eitthvað sem þú setur í vasan. Sko. Hagnaður í félagi, sem dæmi, ég hef aldrei borgað mér út arð. Rektur þetta bara nulli. Hvað er það sem venjuleg fjölskyldufyrirtæki gerir? Það sem að fjölskyldan vinnur, hún bara heldur áfram sínu rekstri og bara, þú veist, dregur saman í neyslu og lifir af. Þess vegna segla í svona fyrirtækjum. Fyrirtæki sem að stefna því verður alltaf á hagnað að þau fara á hausinn við minnstu kreppu. Það er bara þannig. Það er rangur fókus. Nei, þetta er ekki árið. Orðan þannig, ég er sammála endapunkt, við munum enda á sama punkti, sko. Við verðum sammála. Við viljum. Þú sagðir einhvern veginn, það eru allir sammála, svo fórst að lýsa ykkur samfélagi sem bara er ekki hérna. Ef allir verður svona sammála, þá væri samfélagi líkt og því lýstir á það. Það bara er ekki þannig. Vegna þess að þeir sem að ráða vilja bara ekki þetta samfélagi. Nei, það vilja ekki allir það saman. Má ég koma aðeins í þetta? Ég er nefnilega líkir ekstri. Bara örlítið í lokin þetta. Ég ætla bara að minna ykkur á hvernig... Þú mátt komast að á eftir. Iðnbyltingin í Bretlandi áttaði sig á því, þeir voru komið með vélar sem framleiddu svo mikið af vöru, það var ekki kaupandi, þeir voru með þræla í vinnu. Þeir sögðu, hei, það er gott að fara að borga laun, svo að launþegarnir geta orðið viðskiptavinir okkar. Þetta kannast við. Það sé frjálsleg túlkun á sögunni. Já, ég er að fara, ég ætla að gera þetta svona rétt í lokin. Það er engin atvinnurekandi. Samir eru með róbóta sem vinna í nýri fiskvinnslu. Þeir ætla ekki að borga hærri laun fyrir starfsfólki sem er eftir. Það er engin atvinnurekandi sem vill ekki að fólkið í landinu eigi ekki efna á því að versla við það. Þannig ég er ekki að tala um að það eigi að fara að berja á fólkinu sem er vinnumaðurinn. Engin að tala um það.
Okay. Einu sem ég að segja, stundum ekki alltaf lausnin að hækka launin, stundum aðra lausnin að úti. Biggi ekki bara tónlistarmaður heldur hann áhuga hagfræðingur og hann ætlar að gefa þér einhvern fyrir þína framboðsræðu. Já, ég kom einhvern á það, sko. Já, ok. Ég ætla ekki að vera eins vondur við Sigmar eins og þú, skilur. Ég ætla ekki að hrekja neitt, en ég get bara sagt þetta, sko, það alltaf pínu varasamt að sko yfirfæra sko svona rekstrar þekkingu og svona rekstrar innsýn og þann svona fyrirtækja eða þann strúktúr sem utan rekstri fyrirtækja í kapitalísku samfélagi. Það alltaf pínu varasamt að svona kannski að heimfæra hann eitthvað of langt. Ég meina þetta náttúrulega bara veruleikinn sem þú ert að vinna í, þú ert að gera eitthvað þitt fyrirtæki, þú ert að gera hlutina ákveðna hættu og þetta bara eins og þetta fungerar. Það alveg hægt að ímynda sér ýmislegt kannski annað, án þess að ég ætla ekki eitthvað fara, ég vil helst ekki fara út í eitthvað og tæknilegt, en svo bara rosalega mikilvægt að átta sig á því að ríkið fungerar ekkert eins og fyrirtæki og það mjög mikilvægt að reyna að skilja það. Og að því að ríkið sko hefur ákveð svona peningaprentun vald, skilur, sem að menn eru svona skítrættir við leiðar heyri þetta orð, en sko þetta snýst ekki það að prenta verðbólgu, heldur snýst þetta í raun og veru það að horfa dálítið svona utan á hagkerfið og ekki vera að hugsa, sko, þið vera áttugur þá peningar bara eitthvað loft, skilur. Þetta bara, þetta eru bara samningar á milli fólks. Þú skuldar mér svona mikið pening, já, þá skuldar þú með þennan pening. Ríkið lætur þið fá 1000 kall og ríkið segir, já, við skuldum þér 1000 kall. Og hvað það? Já, þú getur komið og fengið 500 kalla, eða þú getur farið bara út í búð, það fólk það sem tekur hann og lætur þið fá 4 mjólkurlítra. Þannig að svona eru peningarnir bara eitthvað svona lofvörð á milli fólks í hagkerfinu og þá má eiginlega í staðinn fyrir að líta á peningar sem eitthvað svona raunveruleg verðmæti, þá þarf eiginlega frekar að skoða alla þessa peningar sem eru í umferð sem fólk að nota til þess að versla fyrir og eru svona rótera, þá ekki að tala peningarna sem að verða einhverjar peningafjárfestingar sem hlaðast upp í einhverjum skuldapíramídum, peningarna sem rótera í hagkerfinu í raun og veru bara skömmtunarmiðar. Þú bara færð ákveðið svona aðgengi að afurðum samfélagsins fyrir þennan skömmtunarmiða og svo getur þú svona pínlítið valið hvað það Og þegar þú fær kannski stillir sýnin á peningana aðeins þannig að þetta sé ekki raunveruleg verðmæti og raunveruleg verðmætin það sem fólki býr til með höndunum, huganum, einhverjar afurðir sem við búið til, hvort sem að það eru hlutir eða þjónusta og pælingin frekar að kíkja bara á hvað viljum við að fólk sé að gera, hvað eru verðmætin sem fólk á að vera að búa til og skipta sín á milli, hvað vantar upp á, eins og þú varst að segja, það þarf að sinna eitthvað betur geðmálum í menntakerfinu og einhvern veginn koma inn á það og það alveg að hafa rétt. Þú veist, við erum núna að fara inn í svona, þú veist, það alltaf að vera meiri og meiri sko framleiðni í svona efnislega hlutanum, eins og þú varst að segja, Gunnar, það bara róbótar sem geta bara búið allt til, þannig við þurfum kannski ekki að loksins, segi ég kannski bara, þannig að við þurfum þá kannski minna þá að setja vinnuaflið í það og getur þú meira sett vinnuaflið bara í þjónustustörf. Það er líka til róbótar sem semja músík, ekki? Það er róbótar sem semja músík. Já, ég hef ekki heyrt neitt gott lag það ennþá. Hefur þú heyrt eitthvað? Ég meina, þú veist, sumir geta sætta sig við róbótar, en ég bara að segja sem ég ætla bara að enda á þessu, þannig að þetta kemur aftur á punktunum með þetta sem þér fannst þú þurfa að leggja áherslu á Sigmar í samfélaginu, eitthvað mennta, dóti og alls konar svona, sem bara svona hluti af þessu sem að við erum sannarlega að horfa á og reyna að ýta fram og margt annað í þessu samfélagi sem við þurfum að laga og í stofnanakerfinu allt saman eftir þessa nýfrjálshyggju, en við verðum bara aðeins að stíga út úr það að halda peningar sé eitthvað vandamál, þetta bara eitthvað skömmtunarmiðar og eitthvað dót til að halda utan bókhald, það skiptir máli bara að fólk sé einbytta sér að því að búa til raunveruleg verðmæti, hvort sem það í þjónustustörfum eða framleiðslustörfum. Þannig að við höfum eitthvað til skiptana og getum eitthvað býttað fyrir þau raunverulegu verðmæti sem við ætlum að fá frá útlöndum. Og þannig þarf að horfa þetta á hagkerfið og hugsa síðan, svo bara hrærum við eitthvað í þessu peningadrasli, þannig að þetta verði svona. Hafi ekki heyrt söguna þarna hóteleigandann. Þetta er svona dæmi, þetta er svona einfalt dæmi hvernig hlutinni væri ef ríkið væri ekki að blanda sér í málin. Það er gæinn sem er sparkað út heima hjá sér og hann kemur á hótel og segir, herru, ég þarf að fá að gista hérna á hótelinu hjá þér í mánuð. Hvað kostar það? Hótelstjórinn segir, það kostar 1 milljón. Flott. Hann ætlar að fá 1 milljón kall í peningum og fer upp á herbyggi. Svo sama dag þá kemur píparinn sem var búinn að laga hótelið. Hann segir, herru, ég verð nú að fá hana pening frá þér.
skulda með 1.000.000. Já, herru, ég var bara að fá hérna 1.000.000, gjössuður, hérna 1.000.000 og hann rétti píparann 1.000.000. Píparann bara, yes, ég með 1.000.000, loksins get ég borga gleðikonunni sem ég er búin að vera að lúlla hjá í hálft ár. Hann fer til hennar og réttir henni 1.000.000 og gleðikonan tekur 1.000.000, glæsilegt, nú get ég gert þetta hóteli, ég skulda hótelinu 1.000.000 því að ég er búin að nota herbergi svo mikið og hann fer að borga hótelgæjanum 1.000.000 og hótelgæjan hugsa, vá, 2.000.000 sama daginn, þetta er ekkert smá skemmtilegt. Daginn eftir kemur gæjan að herberginu og segir, konan vill fá mig aftur, get ég fengið 1.000.000 aftur, ekkert mál, allir áttu skuldlausir. Sérstakt, það verður allir skuldlausir, þetta er hrein vöruskipti. Nú ef þú bætir ríkin inn í þetta, þá verður 1.000.000 allt í að 765.000 krónum og ríki fekk 2.000. Þetta segir ykkur eitt í alvörunni. Nú verður ég að stöka þessu. Nú þetta segir ykkur bara eitt í fokkin alvörunni, sko. Ég var í hagfræðikúrsi upp í háskólanum og það var bara eitthvað að reyna, já, hérna bara, eru skattar góðir? Já, eitthvað að setja upp á töflu. Ég þetta var prófessor í alvörunni og horfði þetta í hugsa bak. Ég sagði samt ekki neitt af því að ég vissi ekki bara hvernig þetta fyrir. Það var bara reiknum, já, hvort er betra hérna hafa tekjuskatta eða veltuskatta og eitthvað svo var eitthvað dæmi og svo, já, og svo eitthvað, já, þetta er bæði bara alveg, bara mjög vont, það er bara best að hafa enga skatta. Ég bara, okay. Það sem hann gleymdi í þessari jöfnu er það að þessi skattar eru bara til þess að búa til önnur verðmæti, þetta sem ríkið notar til þess að búa til önnur verðmæti sem er ekki í þessari jöfnu. Þannig að þegar þú segir að ríkið kom og taka eitthvað pening, ekki muna. Ég var að segja, sko, ríkið þarf þessa peninga til þess að sinna því síðan segja skóla, grunnþörfum okkar einstaklingana. Og það sem hefur verið að gerast... Eða borga bara eitthvað gleðikonu og svo fyrir hún bara með þess að 2.000.000, það bara skiptir ekki máli, menn að ríkið er bara þáttakandi í því sem að sem er að gera samfélaginu og við felum því bara ákveðið hlutverk og það þarf einhvern veginn að fjármagna sig og ég ætla bara að benda á eitt bara hérna að allir peningar sem ríkið eyðir, ekki allir, ég ætla að segja bara stutt hvernig peningarnir koma allir tilbaka vegna þess að þegar ríkið eyðir einhvern pening í hvað er það? Það er að gera eitthvað, það fyrir laun. En fyrst þarf kannski að borga virðisaukaskatt og svo fer það inn í fyrirtækið. Þá er hagnaður og laun. Það þarf að borga skatt af hagnaðinum, það þarf að borga skatt af laununum. Svo fer fólki sem fekk launin, það fer að kaupa sér eitthvað. Það borgar virðisaukaskatt og svo fer það í laun sem betur tekjuskatt. Þannig að þetta er bara svona, þannig að allir peningurinn sem fer inn í þetta hagkerfi eða helst innan hagkerfisins, þá mun hann á endanum bara smátt og smátt koma allir tilbaka. Bara spurningur hvað prósentur eru háar, hvað veltur það mikið, hversu hratt þessi peningur kemur tilbaka. Þannig að þetta segja að allir peningur sem ríkið eyðir, hann kemur aftur tilbaka nema sá peningur sem að fer úr landi. Eða fer á gjaldeyrismarkaðnum og skipti eitthvað annað. Já, ég ætla aðeins að leiðrétta þetta bara af því að sko það sem ég er að gagnrýna er það að ríkið er að taka skatta, eðlilega. En í hvað eru þeir að setja peningur? Og það er það sem ég er að gagnrýna að við sem búum í þessu landi eigum kröfu á að grunnþættir samfélagsins séu bara í topplægi af því að við eigum efnaði. Og þá er ég að tala um samgöngur, menntamál og heilbrigðiskerfi. Það er nú deilt það sko hvað eru hinn ríku vilja fyrst og fremst lögreglu og dómskerfi til að vernda eignarétt sinn. Þau vilja laga umhverfi sem að tryggir það að þeir haldi auð Ég endur ég að gagnrýna hvernig farið hefur verið með peningar. Ég er að gagnrýna hvernig farið hefur verið með ríkispeningana. Ég er að gagnrýna hvernig ríkið hefur haldið á málum. Það er það sem ég er að gera. Já, en ok, þú veist, er ekki Sjálfstæðisflokkurinn búin að stjórna þessu ríki meira en minni? Jú, en það er ég ekki að fara að kjósa það flokk, sko. Ég er ekki fulltrúi Sjálfstæðisflokksins við þetta borðina. En ertu að fara í framboð? Ertu að fara í framboð? Hvað segirðu? Ertu að fara í framboð? Nei. En talar eins og pólitíkus svolítið. Já, hugsaði það. Samt er ég bara hefur reyndar alltaf gert það einhvern veginn. Mér segir þegar þú varst í 70 mínútum, þá voru hinir eins og okkur gaurar, en þú varst nú alltaf eins og formaður nemendafélagsins sem var á leiðinni í pólitík, sko. Já, en það varstu formaður nemendafélagsins? Nei, ég var formaður íþróttafélagsins. En að því sögðu, þá segi ég samt, sko, við verðum öll að verða pólitískari. Við þurfum að kenna þetta í skólum. Ég er ekki að djóka. Sama hvaða átt þú vilt sé að fara með þínar skoðanir. Sko, pólitík er allt sem við gerum í lífinu. Þetta eru launakjörin, þetta er allt saman. Þú veist, það er fólk að rosalega ánægt með það að fasteignamatið á húsinu hefur verið að hækka. Það var bara verið að hækka á því skattana frá sveitarfélaginu, sko. Þú getur verið að glaða með það að þið finnst að það var gert góð kaup fyrir 10 árum, en þú ert bara að borga hærri skatta. Og
ég var ekki að koma með hringinn með gleðikonuna og allir voru bara skuldlausir abracadabra af því að ég vil ekki skatta. Við þurfum að hafa skatta. Það þarf að fara betur yfir það í hvað þeir eru að fara. Og ég held að ákveðnum eru teknir, það náttúrulega arfleið Sjálfstæðisflokksins að lækka skatta á hinum sem að já, ég er ekki ríkastir og hækka skatta á millistéttinni sem að þú telur vera að tala inn í. Þau fengu skattahækkun út úr þessu dæmi. Það voru bara einu sem græddu voru einu allra ríkustu. Ég held að sé ekki þannig að við getum einhvern veginn treyst þeim ríku eins og samkvæmt þinni sögurskýringu sem við hefum getað treyst sko iðrregandanum árið 1830, 40, 50 í Bretlandi til að frelsa verkamennina úr ánauð, alveg eins og við gátum ekki treyst sko plantekru eigandanum til að frelsa svarta þræla því hann þyrfti að fara að selja þeim bómutarpeysur sko. Ég var ekki að hampa þeim út að taka það var baráttar sem að var fyrir bættu samfélagi. Það var ekki þannig að plantekru eigandinn satt og sagði, heyrðu, ég er með fullt af kunnum bara út á akkur sem getur verið að kaupa með bómutarpeysur. Ef við myndum láta að fá peninga, eitthvað peningur. Og henni ríku sem eru með sitt og henni ríku sem eru með sitt á hreinu, eins og sagt og eru í grunninn, eins og í grunninn eru við með alveg óbúrslega óheiðarlegan fjármálaráðherra sem að hefur verið oft verið tekin með höndina í kökukrukkunni eða hvað það kallast sko. Og í einhverjum vafningsmálum og þegar hann var að kaupa íbúð í Dubai eða Abu Dhabi eða eitthvað með vinum sínum og það var allt í gegnum Panama og svo framvegis. Þetta er ekki að fara að gerast að sjálfu sér. Við munum ekki hinn ríki alveg eins og hvort það plantekru eigandinn hann frelsaði ekki svarta þræla bara vegna þess að hann taldi það einhvern veginn að vera hagsmunum sínu væri best borgið með svart. Nei, eða ég er alveg sammála. Ég er samt að tilhugja hérna. Mun ekki gera þetta fyrir en við tökum þetta af þeim. Það verður ekki þannig. Samherji lærði ekkert af einhverju slæmri fjölmiðlaföllum. Ekki neitt. Þeim er drullu sama. Alveg nákvæmlega sama. Þeim er sama hvernig fara með auðlindir okkar. Þeim er sama auðlindir okkar Íslendinga. Þeim er sama hvernig fara með fátæka þjóð í Afríku. Þeim er bara alveg sama. Og þeir eru bara forhertar ef eitthvað hvernig koma fram við þjóðina, hvernig hafa sölsað undir sig stórum hluta af auðlindum sem ætti að vera í sameign okkar og þeim er bara, eins og úlingandi segja, eða íþróttamenni segja, þeim er bara drull. Við munum þurfa að sækja þetta allt með, alveg þú segir, you cannot politics, en það verður harka. Við getum alveg, samfélagið við höfum tekið beygju sem er bara svo fáránleg. Við höfum bara gengið svo allt og langt í bara og það mun þurfa og það sem þurfti eins og þegar verkamennirnir sem voru að vinna í iðnbyltingunni þeir þurftu bæði vopnuðust þeir sumir og byltu heilu löndunum og þeir voru líka á the picket line í Bretlandi og Bandaríkjunum síðar þeir voru skotnir og voru skotbörðum og þeir þurftu virkilega hafa fyrir því að snúa samfélaginu sér í hag. Og þú ert með hugmyndir Mikki, af því að þú heitir nú Mikki finnst þér Simmi vera svona eins og hann sér í Dýrin í Hálsaskógi að hann sé að treysta því að Mikki geti orðið góður. Hvernig endu Dýrin í Hálsaskógi? Var Mikki góður eða fór hann aftur að borða kjöt? Hann hjálpaði bara mjög til og þetta fór allt vel Fór þetta vel þar? Já, ég er með samstæðinu Simmi með góðar hugmyndir. Ég er alveg sammála Simmi með góðar hugmyndir. En það er þetta að hann trúir því að Mikki geti orðið góður. Já, Við höfðum alveg, ég held að þetta sé alveg til einhverjum staðir í mannkynssögunni og þetta er bara 200 ára kapitalisma. Það sem næstu náð, sanngjörnu samfélagi þó við höfum ekki bara, orðið Kúba. Ef það er það sem fólk kræðist. Við höfum náð eins og bara 1992 á Íslandi og talað að það var mest jafnrétti í tekjum sem var bara byggðu bóli eða eitthvað þá á Íslandi. Og það hafa komið svona moment í
í Ameríku sem var síðan byrjað að vinda ofan af með Reagan 1980, þar sem voru einhverju ár þar fyrir, 68 kynslóðin gekk bara inn í bestu háskóla í heimi, Berkeley og UCLA og fleiri, og fekk bara ókeypis menntun og það var alltaf og sama má segja sum Evrópuríki, ekki öll. Ég meina Frakkland hefur átt alveg óbúðslega góð tímabil líka. En Ísland hefur átt þetta í smá tíma þegar það var búið að vera alveg ótrúlega mikil vinna hefði farið að byggja upp verkalýðshreyfingin hefði farið að byggja upp almennt samþykki að koma verkafólki og fátækufólki í hús með verkamannabústöðum. Það var alveg barátta og menn voru svo trylltir í den að þegar pabbi var úlingur þá var afi á fundum með bolsjevikum sem vildi alveg vopnast og voru bara að hugsa það að því að óréttli var svo gegndarlaust sem hann hafði orðið fyrir sig í æsku og sá verkamennina vini sína verða fyrir en það var barist fyrir þessu með alveg blóði svita og tárum og núna höfum við einhvern veginn skilið okkar veikasta fólki eftir og hleypt eins og við gerðum með Gamma, hleypt bara Gamma á okkar veikasta fólk, leigjendur og við höfum bara skilið eftir og síðan höfum við gefið þessum mönnum á nokkura almennilega mótspyrnu sem eru kapitalistarnir, hinni raunverulegu fjármagnseigendur, það sem kapitalistir þýðir. Það ekki, byggjarinn að selja músíkina sína, ég að selja bækur eða leikrit eða handrit eða eitthvað. Við höfum bara gefið þeim alveg fullt frelsi til að hegða sig bara eins og þau vilja í samfélaginu okkar. Og með ef að samfélaginu var gott 92 og svona hér og þar og vísar alltaf í fortíðina eftir stríðsárunni í Bandaríkjunum. Ég verið að tala svolítið við ungt fólk núna í vikunni og það sem situr svolítið eftir, það svolítið sérstakt Mér finnst mikið af fólkinu upplifa að lifi á ekki góðum tíma svona í mannkynssögunni, þótt að segja á frábærum tíma í sínu lífi. Hortnúnt og bara eitthvað milli 20 og 30. Þá það eitthvað svona grunar fólkinu að það lifi bara háskalega tíma, kannski tíma þar sem maður geti bara raunverulega búist í beggja vona, við getum verið að sigla inn í slæman tíma. Nei, það náttúrulega samt alveg galið því að bara, og ég ætla ekkert að gagnrýna neitt sem þú sagðir mikið, en og ég ekkert einhver fulltrúinn eins kapitalista, ég bara var ekki stúdent og ég búin að reyna að vera baksla í því að sjá mig sjálfur því að ég fæ ekkert vinnu við hæfi kannski af því að ég ekki með tilskilda menntun Þannig að ég frábið mér þess að ég sé stimplar sem einhver kapitalisti þó ég sé atvinnurekandi. Við höfum aldrei lifað á betri tímum, strákar. Við erum átt okkur á því, 1980 þá var heimsbyggðin 5,6 milljarðar, við erum 8, í dag? 1. Það fjölgaði heim. Það vonandi ekki að vera að taka dæmi af því hvað eru færri fátækir í Kína núna en þá. Nei, ég ætla bara að segja, við höfum aldrei haft það betra. Sem mannkyn eða við sem láglaunafólk í Reykjavík. 20. öldin með báðum heimsstyrjöldunum og öllu því ógeði sem við erum með upplýsingar bækur og myndefnum var friðsælasta öld í sögu mannkyns. Friðsælasta öld í sögu mannkyns. Ekki talið í dauðsföllum. Jú, talið í dauðsföllum. Taktu bara body count á það. Taktu slátranirnar í Asíu, taktu Gengis Khan, taktu öll þessi tímabil og vilt fara í söguna. 20. öldin friðsælasta öld í sögu mannkyns. Það bara staðreynd. En við þurfum að fara yfir þetta, það þarf að koma aftur á þessu. Ég leið mig bara stór efast þetta. Þetta er svona ný frjálshyggju litteratúr sem að sýnir einhvern veginn sem minni svona extreme poverty sem þeir sem eru minna en $1,20 á dag sem fyrst og fremst breytingar í Kína og Indlandi en það bara hrörnun velferðarkerfisins á Vesturlöndum. Þú ert svo vænisjúk eiginkona, þú fer alltaf í fátækt, ég var að tala um stríð ég var ekki að tala um það. Já, alltaf ég kom með sáttatilhögun. Við vorum að tala um fátækt, þú fórst að tala um stríð Já, þú varst að tala um og ég var bara að tala um tilfinningu sem ungu fólki. Það upplýst af ungum upplýsingum. Það ungu fólki. Það matast á því að vera með dramatík. Ég var að tala um tilfinningu sem ungu fólki að framtíðin sé ef til vill ekki bara eins og raunverulega og margsins verið sýnt fram á það
það svona efnahagsleg hörnun hjá ungu fólki, þannig að það eru fyrstu kynslóðin sem við sjá fram á það að þau munu ekki hafa það betra en kynslóðin undan og þetta bara búið að sýna fram á þetta í endalausum rannsóknum. Og þetta fólk horfir að fram á tíminn, ekki endilega þetta sé flatlendi, heldur varfið að þau voru að hugsa að jafnvel gæti verið eitthvað svona háski í framtíðinni. Kann að vera að við erum að koma út úr heimsfaraldri í fyrsta skipti í meir en 100 ár. Kann að vera að þetta fólk sem upplifði ekki bara hrunið 2008, heldur kreppuna 2020 á sínum ungdómsárið, það var kannski 16 ára 2008 og hvað ertu þá gamall núna? Þá ertu 28. Þannig þetta fólk hefur byttuð, ef við tækjum kannski kynslóðuna sem er undan okkur, svona babyboomerana, að þá lifðu þau kannski, þau lifðu bara góðari, þangað til að kom síldarhrunið sem var svolítið áfall 1968, síðan er eiginlega engin alvarleg kreppa, heldur kreppan í kringum þjóðarsáttina, svona 89 og deburðin á fyrstu Davíðsárunum, svo smá högg hann 2008 og það er ekki fyrir hann kemur alvarleg kreppa sem er 2008, sem er alvarlegt áfall fyrir mjög stóran hluta af almenningi og það síðan kemur önnur slík núna 12 ára síðan. Og svo að vera ungur á þeim tíma, ég veit ekki hvað ár voru það þegar þú varst frá 16 til 28 ára? Hvaða ár er það? Það var góðarístími. Þannig að ég myndi ekki gera lítið úr þessum tilfinningu sem ég er að reyna að endurvarpa sem ungur á tíma. En ég er bara algjörlega til að debattera þetta fullum fettum og ég ætla meira að segja að vita í pabba gamla, það sem hann sagði, fátæktin er aldrei meiri heldur þessi nálægðin við góðarið þegar þú komið samanburðin. Hann tók sem dæmi þegar sjónvarpið var innleitt í Kóreu. Ég er ekki að tala um því, ég er að tala um raunverulega fátækt. Ég þekki ekki fólki sem er bara raunverulega fátækt á ágjöri mat og ég nenni ekki að hlusta á það. Ég nenni ekki að hlusta á það. Það sé bara að horfa á einhverja, gerum einhverja glýjur það að einhver hafi það betur í næsta íbis. Ef við tölum þetta heilstætt, þá er ég að tala þetta þannig að af hverju ungt fólk óanægt með það sem það hafi. Mín einfalda kenning er þessi. Þegar ég bjó á Egilsstöðum, þá keypti ég Panther. Ég vissi ekki að það væri til Nike og ég var bara mjög ánægð með mína Panther skó. Í dag, þá var það í tísku sem fékkst í kaupfélaginu. Í dag ert þú bara stödd á Bolungarvík og þú veist að þú átt að vera í Gucci-ból af því að þú ert með internetið og þú ert að horfa á fólk hafandi hluti sem eru hvergi nálægtir í tíman í rúmi. Simmi, við erum að tala um sig ég tala um fólk sem getur ekki á barn og getur ekki flutt úr foreldrahúsum vegna þess að kemst enginn á húsnæðismarkað vegna þess að húsaleigan er svo dýr. Það er búið að mennta sig í háskólanum. Myndi ekki þín kynst og þú segist að þú sést að þurfur að vera í business vegna þess að ekki menntaði, þú heldur að mentur sig ykkur líkil. Þetta er fólk sem er búið átt að segja því að þó það sé mentað og kemst ekki inn á vinnumarkað og fær ekki nema skildalög. Menntun er lélegasta söluvara á Íslandi sem þú getur búið og því miður og bara Ég held líka að sé eins og ein ástæða fyrir svartsýni er að þú horfir á ef fólk horfir bara á það sem er í gangi í stjórnmálum, kannski ekki á Íslandi í augnablikinu fyrir utan, við erum með annars konar vandamáli í augnablikinu í Íslandi, nema kannski í miðflokkinu eitthvað, ég átta mikið á því hvernig hann er í dag, en ef þú tekur bara eins og upprisu síðustu svona 20 ár sem að kemur þegar fólk byrjar að vera fyrir vonbrigðum með nýfrjálshyggjuna, þá er þetta upprisa fasisma í Evrópu og Bandaríkjunum mjög mikil og kristallast síðan í kosningum á Donald Trump sem augljóslega var fasisti og rasisti og það er oft narsissisti. Já, en líka bara fasisti og það er oft eitthvað liti getur fasismin verið svona white anger en á sér oft efnaðslega skýringar allavega. Ég hlusta á viðtöl bara við það sem var fólk sem óanægt með kosningarnar og telur að kosningunum hafi verið stólið sem svona hvítt reitt fólk sem margt fólk ég heyrði viðtölu konu sem var með óbúslegum vonbrigðum með það að Donald Trump hafi tapað en þá var hún líka að tala en þegar maður heyrði nánar þar sem hún var að tala þá voru vonbrigði hennar með lofvörðum hvað samfélagið væri í Ameríku og þá var það að hún fór í nám eins og þú ert að tala og tók námslán og stór skuldu og taldi einhvern veginn tilfinningaleg útrás hennar snerist að segja bara fuck the system þá kýs ég bara einhverja sem að veita með fróun tilfinningalega sem var þá Donald Trump sem að hataði Mexíkana sem voru að koma að stela störfunum þeirra og öll svo saga sem við þekkjum og það er sama og hér í Austurríki þar sem að
upp á 2000 eða 2000 gerir Jörg Haider bara og kemst inn í ríkisstjórn sem var sko hægri fasisti og bara alvöru nínasisti og síðasta ríkisstjórn sem fór frá völdum í Austurríki var líka nínasista ríkisstjórn sem var nínasistar voru í minnihluta í stjórninni og svona stóri austurríski sjálfstæðisflokkurinn í meirihluta. Og þetta gerist líka í Danmörku þegar fólk byrjar nokkrum árum eftir að Danir selja bankana í Danmörku og þeir fara fyrst á hausinn upp úr 1990, 92 eða eitthvað og ungt fólk sér þetta er óhugnanleg þróun í staðinn fyrir að þróast í átt sem að foreldrar okkar og eins og Gunnar Smári talaði eftirstríðsárin í Ameríku eða Bretlandi þegar Clement Attlee tekur við völdi í Bretlandi og ákveður að búa til land sem sko fit for heroes og býr til almannatryggingakerfi og verkamannabústaði og sumar hluti sem ekki almennilega búið að ná að vinda ofan af núna ennþá en þó búið að vera kerfisbundið að því og þá auðvitað það óhugnanlegt fyrir ungt fólk bæði náttúrulega upplifa kannski fátækt eða vonleysi á eigin skinni og skuldir og muni eins og við erum búin að vera með kynslóðir alltaf sem hafa haft það betra en foreldrar sínir, það er rétt og horfa síðan á að partur af fólkinu sem telur sig að orðið fyrir vonbrigðum auðvitað verið að spila með það af sturluðum hægri öfgamönnum og spila með tilfinningar þeirra og kenna einhverjum öðrum kenna múslimanum kenna konunni með slæðuna eða manninum sem að selja shawarma eða kebab, þetta sé allt honum að kenna, þess vegna hafa verið það svo slæmt sko. Auðvitað þetta óhugnulegt og það getur vel verið að og þetta unga fólk eins og það segir skilu og heldur að þau séu meira kannski spá í því að sjá okkur Gucci-ból á netinu en þau eru líka að sjá þetta, þau eru inn í umræðinni öllum heiminum og sjá þetta, við lifum mjög viðsjárverða tíma og þetta alls staðar í gangi. Hver það sem alltaf í einvígi við eitthvað í forsetaframboði í Frakklandi. Það er hægri fasistinn sem var í einvígi með Macron og svo neyðist fólk þá til að kjósa Macron og óanægt með það og þar voru bara gulu vestu pilting óverðir á götum borgarinnar í fleiri mánuði þannig að auðvitað þetta og það var óbúslega mikið ungu fólki og fólk sem orðið fyrir einhvern veginn áfalli með hvaða samfélag það býr í þannig að ég get vel skilið að ungt fólk sé einhvern veginn bara hvað er þetta ég mér ekki á það betur en foreldrar mínir það eru upprisa óhugnulegar af afla alls staðar í Evrópu þannig að ég get vel sé að fólk sé svona uggandi. Ég heyrði það var gaman að heyra hagfræðinginn taka þessa formúlu. Ég heyrði einhvers staðar að gott samfélag byði upp á launaumhverfi þar sem að læknir og verkamaður hefðu sömu eignir 50. Já, ég sko það þýðir að verkamaður fyrir að vinna 15 ára þannig að hann komið með 20 ára Ég reiknaði þetta út, ég er búin að reikna þetta út. Ég fór daginn, bara því ég var eitthvað forritunum þetta tók mér eitthvað Excel-skjal, af því að það er tólið sem maður notar, skilur. Og ég fór bara og náði mér í eitthvað svona, hendi bara eitthvað svona upp eitthvað svona launaþróun, einhvern sem byrjaði strax að vinna. Svo tók ég menntamann sem fer sko í skóla, hann í eitthvað x ár, missir eitthvað vinnu, hann þarf að taka eitthvað lán, hann þau eru verðrið, þannig að borga 1% af því, svo eitthvað útreikningareglur hvernig hún borgar þetta lán tilbaka. Og ég fór bara að reikna hvað þyrfti, maður í íslensku umhverfi sem með sko 5 ár í háskólanámi. Ég gerði samt ráð fyrir því að fólk myndi allt klára stúdentin eða einhvers konar ferðalnám. Ég bara reikna út, ef þú fer sér inn í 5 ára háskólagráðu, hvað þyrftir þá að vera með hærri laun en hinn sem gerði það ekki til þess að eiga sömu tölu þegar þú verið 65 ára. Og þá gaf ég mér að það væri engin auka kostnaður eitthvað að þú getur fallið eða eitthvað, það er ákveðin áhætt að fara inn á ég bara ítti öllum þeim svona öðrum svona kostnaðar hliðar og reyndi bara að reikna og fá svona sirka mat, hvað ætti sá einstaklingur að vera með hærri laun til þess að geta bara verið búin að borga námslánin sitt og allt bara sama og þessi sem byrjaði strax að vinna og það var sirka 50% hærri laun. Hvor? Sá sem er komið með 5 háskólagráður, þannig þarf að vera með 50% hærri laun. Skilur?
ef ég bara horfa á launin, en síðan verður mann, ef ég bara horfa á launatölum, það var svona cirka 50%, ef ég bara horfa á hvað hann hefur til ráðs, þannig að yfir lífskeiði, en svo er þetta náttúrulega, ég gaf mér eitthvað fórsend, þannig að þetta kannski svona stærra gráðan, síðan náttúrulega læknar eru með eitthvað lengra nám og eitthvað svona. Ég tel líka bara samfélagið, það er eitthvað skekkja, við ætlum að láta ykkur læra að vera læknir. Eitthvað slíkt, skilu. Ef maður klára, og ég meina, ég þekk þetta náttúrulega bara út af því að það eru, ég meina, og ég gaf mér bara fólki sem færi í byrja á háskólanum, bara tæki sér bara eitthvað, ég bara notaði bara svona núvirðisreikninga, sko, en reiknaði bara með að menn bara tæki sér bara sama eyðslufé, þannig að menn væri bara með á hverjum mánuði. Ég tók exit-skjálf þannig á hverju mánuði bara fólki með sömu ráðstöfun allan tíma og meðan menntamaðurinn farið að láni og hann tók námslán og einhvern veginn tók restina í einhverju svona 5% raunávöxtunar. Ég veit ekki hvort hann getur fengið það, hann gerði bara ráð fyrir svona 5% raunávöxtunar lánum fyrir þess að bara matsa hér. Og þetta var eitthvað 50%, það var ekki meira, skilur. Og þetta ég bara segja, síðan getur þú sett eitthvað svona on á það, en það til dæmis að sitja þá uppi með eitthvað svona fólk sem komið með eitthvað háa gráðu og kannski með sko 6-7-föld laun á við fólk sem ómennt og finnst það eðlilegt, það er í raun og veru alveg frálegt. Það er mjög fámennur hópur, þetta er essensin í því sem við erum að ræða. Akkurat. Þið að tala, Gunnar Smári svolítið mikið bara þarna að tala lægst launu sem að allir, ég ætla ekki að tala gegn því. Nei, en það sem við langaði bara alltaf verið að bóta þeim og hæstlaunustu saman á millistéttin, það er alveg jafn dýrt fyrir son minn hér að kaupa sér íbúð eins og fyrir fátækasta fólkið að kaupa sér íbúð. Fasteignaverðið breytist ekkert á millistétta og ef að sonur minn velur að fara menntaveginn, þá mun hann ekkert eiga efni á þessari íbúð fyrir fertugt. Og þetta er kannski essensin í þessu að við erum alltaf klömd í því að það er alltaf verið að tala um lægstu stéttina og efstu stéttina, en 85% þegnanna, millistéttin, þegjandi millistéttin, hún er látin bera byrðarnar í formi skattahækkana, bifreiðagjaldahækkana og svo framvegis, því þetta er fólki sem á bílana, þetta er fólki sem er í þessu ástandi og þetta er þessi þegjandi meirihluti sem er lausnin í báðar áttir. Ég ætla að koma með smá sátt vegna þess að ég heyri það sko að það sem mér hefur svona dálítið svona spenntur fyrir hvernig samtalið næst á milli ólíkra skoðanna í samfélaginu og það má eiginlega segja að við séum núna staddir akkurat í slíku samtali þegar þú kunnar og rífa hann og ég er bara að reyna að finna að því við eigum eftir að vera í þessu samtali kannski ekki bara akkurat við en svona aðrir við í samfélaginu svona á næstunni og það verða allir að átta sig bara pínlítið á í hvers konar veruleika við erum staddir og líka þú veist, atvinnurekendur og allir það að við erum að fara úr ákveðnu kerfi í nýfrjálshyggjuna sem er búin að vera eitur bara að mjög mörgu leyti. Það er hægt að segja, já, það var gert ýmislegt, auðvitað, nýfrjálshyggjuna er búin að vera í 40 ára og það hefur nú verið ýmislegt verið framfærir ýmis á þessu ári, þannig að auðvitað hefur ýmislegt gert gott á þessum tíma, annað væri nú frekar sérkennilegt. En það er bara komin ákveðin staða og þessi hugmyndafræði er komin í algjört þrot, þannig að það er bara mjög alvarleg vandamál, mörgum finnst vera mjög alvarleg vandamál, öðrum finnst það kannski ekki, en það er augljóslega þannig að við erum að færa okkur í eitthvað átta sem að meirihlutin vill samt fara að taka á þessu vandamálum, en er illa að hlusta á að pólitíkinu, hún er enda svo einhvern veginn stýrð af hagsmunum hinna sem að vilja síðubreytingar og skiljanlega, og ég get bara sagt að auðvitað skilum maður þá sem er í einhvers konar rekstri og eru í þessu svona umhverfi að reyna að láta þetta ganga upp. En ég veit alveg hvernig það er í rekstri. Það er allt annað heldur en að fara bara að mæti vinnun og fá launahækkun. Það er dálítið öðruvísi fyrirbrigði. Og auðvitað eru þeir með áhyggjur hvað vinstri menn eitthvað, Sjálfstæðisflokkurinn hefur nú alltaf verið. Þetta hefur alltaf, ég hef nú alveg getað, selt rækjurnar mínar eða eitthvað, skilur. Þannig að auðvitað er ykkur ótt að Gunnar Smári komi bara og taki allt af þér í einhverja skatta og eitthvað svona. Auðvitað er bara þessi hræðsla í gangi og skiljanlega og auðvitað verður fólki sem er vinstra megin að einhvern veginn að ná samtala þarna yfir. Þannig að sjálfsögðu er það, þegar þið voru að tala um samtök atvinnulífsins, og það er meira heldur en samtök atvinnulífsins, það er bara fólk í iðnaði og það er alveg ljóst að það þarf að vera ákveðin vöxtur í innlendri framleiðslu sem að býr til verðmæti, sem kemur í staðinn fyrir þetta högg. Við viljum ekki verða svona
djúpt inn í ferðaþjónustuna háð, við viljum gera eitthvað annað, þannig að þetta samfélag þarf alltaf svona að taka höndum saman og það verður að vera hægt að tala þessa hluti og menn sem eru þarna í atvinnumegin, þeir verða að skilja það, þeir megi ekki vera hræddir við breytingar, við erum á tímum breytingum, við þurfum bara að fara í einhverjar breytingar og menn megi ekki bara hugsa skattar eru svo hræðilegir, bara sama fokkin mantran búin að vera, það þarf að sjá þessar hluti eins öðruvísi og en skiljanlega, en það samt sem að þannig að úr þessum hópi þar eru upplýsingarnar, eins og ég heyrði eitthvað viðtal við fórstjóra Nóu Sirius, hann var svona eitthvað að tala ekstra umhverju á Íslandi væri erfitt og svona, og hann sagði bara, já, það erfitt náttúrulega að keppa til þess við sælgætisinnflutninga til leiti að sko, þeir eru náttúrulega að fá þeir fá mjólkurduftið svo ódýrt, en það eru geðveikir tollar á mjólkurduftinu, þannig að við erum bara í umhverju þar sem að hráefni kost dýr og svona, auðvitað eru þetta Ég meina tillögu hvernig er það ná samtali í samfélaginu. Það var að koma inn könnun núna í dag afstöðu almennings til sölu á Íslandsbanka og ef við sleppum þeir sem tóku ekki afstöðu, þá eru 70% vilja ekki selja bankan, en við erum með stjórnvöld sem ætla að selja. Og svona er þetta yfir flestum málum, uppbyggingu, heilbrigðisþjónustunnar, kvótamálunum, stjórnarskrána, það eru 70% sem vill fara einhverja leið, en stjórnvöld fara einhverja aðra leið. Ég held að lausnin sé svo að losna við stjórnvöldin og að sko 70% taki völdin. Ég held að það sé ekki hægt að ná sátt í samfélaginu meðan að við erum með sko stjórn sem alltaf tekur afstöðu með minnihlutunum, alltaf tekur afstöðu með þeir sem hafa völdin, þeir sem eru ríkir og þeir sem að vilja fara ykkur að allt aðra leið en almenning. Nú verðum við að taka ríkakallinn og ýta honum út úr strætunum. Svo getum við ákveðið hvert við fara. Ég held líka að Íslendingar verði að átta sig á því og við öll og þetta þreytist ekki að segja, ég bý núna í Vínarborg og það er bara þannig að Ísland lenti í miklu meiri eyðileggingu nýfrjálshyggju heldur en önnur lönd. Það merkir að það er miklu meira átak sem snýst miklu stærri hluti, það er miklu meira átak til að laga Ísland, til að laga Reykjavík. Það er miklu meira heldur en þarf til dæmis til að snúa kannski aftur, vinda ofan af ykkur nýfrjálshyggju í Danmörku eða Noregi eða Svíþjóð eða Finnlandi eða Austurríki, þar sem ég bý. Eins og ég sagði við ykkur án, 56% af öllu leiguhúsnæði bara í eigu hins opinbera og stofnana. Þetta er allt annað samfélag. Það er bara Íslendingar og þetta er bara, og húsnæðismarkurinn er eitt, þú getur heimbart hans síðan yfir á allt annað, gengur bara of langt. Við tókum, velferðarkerfi er ekki fyrir mig nema ég veikist og ég er full frískur. Velferðarkerfi er ekki fyrir simma. Þannig að í eðlilegu ástandi á hann ekki verið að biðja stjórnvöldu eitthvað aðstoð. Velferðarkerfi er ekki fyrir okkur sem erum bara í lagi með okkur. Ef ég flyt til Íslands núna, þá á ég hús á Íslandi. Ég byrð það bara leigjendur að fara og flyt inn í það. Velferðarkerfi er ekki fyrir mig. Allavega ekki í augnablikinu. Það verður það kannski einhvern mann að því að maður er nú jafn mikil paycheck to paycheck náungi og hver sem er og flestir í millistéttinni, skilur og til henni eitthvað leyti, en Evrópa, flest lönd í Evrópa, ekki öll, héldu eftir þessu neti sem er fyrir þennan hóp sem að Gunnar Smári er að tala og tala fyrir. Og það er vandamálið. Vandamálið er ekki að simmi fá ekki nóg mikla hjálp eða byggi eða mikki eða við erum bara ekki í neinum vandræðum. En það er hópur þarna sem er bara í verulegum vandræðum. Vegna þess að við gengum bara miklu lengra í nýfrjálshyggjunni heldur en þau lönd sem við teljum okkur einhvern veginn tilheyra og við getum einhvern veginn bara hér með þessu og finna. Við erum bara mjög langt í land. Vonandi getum við gert það eftir 4 kjörtímabil eða eitthvað, hversu lengi það þurfa bara einhver önnur stjórnvöld að vera, vegna þess að við eyðilögðum og við vendum, það er bara eðlileg margt samkvæmt, þess að þriðjungur samfélag er tilheyrir lægri tekjuhópum, tilheyrir fólki sem að
mun, ef það er bara siga gamma á það, þá þetta fólk sem að krakkarnir munu fara í marga grunnskóla. Þetta er ekki fá, já, aðeins að skjóta þeim, sko, það samkvæmt mælingum Hagstofunnar nærri 40% heimila sem í erfiðleikum með að láta endan á saman. Þannig ekki hafa í huga þetta sé 5% eða 10%, þetta er sko helmingurinn á þjóðinni sem að lifir lögulega við erfið kjör. Vín myndi segja 56%, skilur þú veist, þeir myndi segja 56%, við þurfum að passa helmingin. Og líka bara varandi þetta að vera að tala sko, þú veist, mesta hagsæld í sögunni og allt það, og einhvers staðar gáðustu bara upp. Þú veist, akkur ekki verið að ræða, til dæmis bara mjög miklu róttækari hugmyndi, bara 15 stundar vinnuviku, þú veist, hver ætti að vera að vinna? Ég var að vinna í kjúklingasláturhúsi, hver ætti að vinna það 40 tíma og taka yfirvinnu? Það meikar ekkert sens, þú ert bara búin að vera og komin á örorkubætur upp úr 40-50, því að þetta er rúst. Það er líka fingurgóman eins og ég vann í kjúklingasláturhúsi líka. Þetta getur gert eitt misseri, en ef þetta er eiga, þú veist, þá getur mest að vera 15 tíma vinnuvika. Nú er komin svona langur tími, þannig að nú er það að ganga á línuna eins og við séum í kosningasjónvarpi og þið fáið svona loka orð, hver? Simmi, hver eru þín loka orð? Við langar til þess að vitna í Vigdísi Finnbogadóttur. Ég sat á móti henni í brúðkaupi og við sátum í 3 tíma og þetta var svona tiltölulega nýlega eftir hrunið. Og við vorum að ræða lífsins gagn og nauðsynjar og hún sagði það tekur 100 ár fyrir samfélaginu á fullum kynþroska. Við eigum eftir að fara í gegnum 2-3 hrun í viðbót. Við eigum eftir að átta okkur á því að það eru ákveðna vallastéttir sem að verða teknar af, það verða ákveðna breytingar og sviptingar því að við fólkið munum á endanum átta okkur á því. Það þýðir að 2044 þá erum við orðin kynþroska. Allt sem við erum að tala núna er allt gott. Allt þetta samtali er gott. Ég er ekkert sammála þessu sem þið segið, þið er ekkert sammála þessu sem ég segi. Það að fá að sitja þetta við rauðaborðið og við séum bara að tala saman og hlusta, það er það sem hefur vantað. Það sem hefur skemmt mest umræðan á Íslandi er þegar menn fara að öskra í sikkvort hornið og saka menn að vera eitthvað sem þeir eru ekki og þetta í svona asnalega skotgraf. Ég á dóttir sem er 13 ára og er komin á gelgjuskeiðið. Ég vonandi verði bara dauður 2044 þegar gelgjuskeiðið byrjar. Þannig að við erum eiginlega að lifa sældartíma æsku í íslenska lífveldis. Já, við erum að hlaupa okkur hornin á svo mörgum sviðum og ég held að ég sé hlutin ekki svarta eins og þið sjáu þá. Og þannig að þetta stóra hlutfall sem telur sig ekki ná endum saman, millistéttin er þar. Hlutafinni, hún er í marglægst. Það bara 100% og eins og Birgir kom inn á áðan, að ef þú fer menntavegin og þú vinnur þína vinnu og þú gengur frá þínum námslánum, þá er galið að sá sem að gera það ekki eigi meiri pening en þú 50. Finnst manni, en það á ekki að vera galið. Þannig að in the end of the day þá snýst þetta kaupmátt, ekki launatjekka og kaupmáttur er eitthvað sem að hægt er að búa til öðruvísi heldur með að hækka laun. Okay. Birgir, það eru loka orð. Já, ég held bara að ég hefði náttúrulega bara viljað fara inn í, það þarf að koma til móts við Simma og félaga dálítið vel. Við þurfum að fara dýpra inn í þetta samtal og við þurfum að kafa þetta Gunnar og þú verður að passa á því að fara ekki að slást við fólk bara leiða fyrir að minna það einhverja fyrrverandi umræðu sem það hefur í. Þú komaður upp svona nýjum talsmáta við svona fólk sem þú ert að bjóða hérna á borðið og þú þarf að reyna að finna hvar er flöturinn okkar á milli, hvar getum við fundið, hvernig getum við saman farið og smíða þessa framtíð fyrir börnun okkar sem við eigum sameiginlega, þetta eru bæði Íslendingar og þetta er allt saman meira að minna sömuð bara genin einhvern veginn í einhverjum graut sko. Þannig að ég held að það sé bara rosalega mikilvægt að hafa trú á því að við getum fundið út úr þessu saman og við séum að yfirgefa nýfrjálshyggjuna og fólki sem eins og sem við varum að tala um þessi sjálfstæða atvinnurekendur og bara fólk sem hefur bara vill gera hlutina dálítið sjálft en er ekki að hugsa að fá sér eitthvað framtíð í að þjónusta aðra í gegnum heilbrigðiskerfi, fólk er bara mismunandi hvað það vill gera og það þarf bara að hafa trú á því að við getum náð þessu samtali, þú byrjaðar á því Gunnar, haltu því bara áfram og við þurfum bara að losna við það hugafar að breytingar séu slæmar, þannig að akkurat núna eru breytingar þar sem við þurfum og það er bara eins gott að klára þetta samtal og byrja verkið. Mikki, loka orð.
Já, mér fannst ég vera með svo góð loka á ráðan, en ég veit ekki með umræðan alltaf erfið, sko, en hérna, ég held að hljóma eins og biluð plata, en málið það bara að það sko, ég mjög, finnst, sko, hugmyndir, simma mjög góðar bætt menntakerfi og næringu í skólum og svo framvegis, sko, en ég held að varðandi svona velferðarmál á Íslandi, sko, þá þetta bara, við erum bara búin að ganga of langt, skilju. Kannski væri, ef við værum einhvern veginn réttlætara samfélag, sko, á Íslandi, þá væri maður ekki svona eins forhættur, sko, því að manni blöskar alveg bæði að eiga svona sögu sjálfur þar sem að foreldrar mínir komu mér, ungum, nýfættum, langveikum inn í verkamannabústaði og það var, sko, hljómar er svo miklu harðara samfélag, miklu meira brútal, en það var miklu meiri mannúð í því og það var vegna þess að verkalýðsbaráttan hefði gengið í gegnum alveg ótrúlega baráttu í áratugina undan í að breyta því og það var ekki gert eins og ég minnst á þessum þætti kvöldskilu með því að ef eitthvað fjármagnseignandi eða eitthvað forstjóri Gamma eða eitthvað eigi meiri pening og þá muni það einhvern veginn, þetta svona trickle down economy. Það var gert með því að ef þú elur undir þann, bæði sínur mannúð með því að koma fólki í viðunandi húsnæði og verja það frá, sko, sveiflum, en í dag það þannig að, sko, mesti sósíalismin sem að við rekum á kostum á Íslandi og í Ameríku, það fyrir hinn ríkasta. Við munum verja, sko, stórfyrirtækin með ráðum og dáðum. En við höfum síðan í rosalega vandræðum með að verja bara einhverja fjölskyldu. Þetta bara sama eins og þegar að vera að vísa fólk út úr leiguhúsnæði hjá þessum fyrirtækjum. Þú veist, núna að rísa upp, sko, mótmælalda í New York sem að vera að stöðva svona útburð. Þetta þykir bara sjálfsagt mál á Íslandi. Þegar Ísland fór þetta svolítið í nýtstálskinu og hugsa bara með sér, heyrðu, þarna bara einhverju aumingi sem borgaði ekki leiguna sína. Og það einhvern veginn bara viðþorfið. Og gerir sér grein fyrir þarna bara börn og fjölskylda sem bara farin að vergang, af því að þau voru ekki nú klárið þetta meikar ekkert sens fyrir mér. Þetta þarf ekki að vera svona. Við gengum bara of langt. Og það verður ástæðan fyrir að umræðan verður að einhverju leyti, umræðuna, hún verður miklu sársaukafullur á Íslandi. Og það munur að hlaupa miklu meiri heift í hana. Og það verður bara að hafa það. Ef þessi þáttur væri við Rauðabörð í Noregi, þá voru mörg vandamálin í Noregi, en þau væri bara ekki jafn sársaukafull og á Íslandi fyrir stóran hóp, vegna þess að þar ekki búið að taka, sko, stærstu bitana, svona burðarstólpana í velferðarkerfinu og bara kasta þeim út í haf til að einhvern veginn auka ebituna hjá Gamma eða heimavöllum sem eigu kvótaeigenda. Það bara ekki búið að því. Og mörg vandamál og fólk alveg vinstri sinna í Noregi og alveg reitt og fer í kröfugöngar og vill bættara samfélag. En við erum bara, þú veist, við getum ekkert borðið okkur sama eða það. Það bara eins og einhver blautur draumur fyrir Íslendinga. Og það skiptir engum máli hver maður er. Sér þetta hver sem er. Vá, gerðum við þetta? Tókum við bara góðærisárun okkar og hentum, sko, hættum ákveðinu innviðauppbyggingu sem hélt áfram á hinum Norðurlöndunum, hentum verkó, við sögðum bara fuck it, free for all, áfram reikanismi og taxerismi, það ákveðu við bara einhvern veginn, undir styrkri stjórn Davíðs Oddssonar og fjármagnseigenda og bara okkur alveg sama og umræðan verður miklu harðar á Íslandi og þetta bara viðvörun heldur en annars það. Þetta voru lokaorðin ég ætlaði að tala Vigdís sagði 100 ár, sko. Þannig að ég held að þetta sé, Noregur er löngu orðinn 100 ára, sko. Við munum komast þarna. Ég hef engar áhyggjur. Noregur var 100 ára 2006, held ég. Já, en ég held að við komumst þangað. Ég held að, sko, Norðmenn settu sér stjórnarskrá, sko, eru ekki 200 ára? Þeir eru langt undan okkur, sko.
Já, þeir eru partur af sænska konungveldinu. Þeir eiga sko borgaralega byltingu og þeir eiga líka svona alþýðu byltingar. Við erum langt á eftir. Þeir eiga meira sér alþýðu byltingar inn í kirkjunni og það verið of lítið af byltingum í Íslandi, svona straumhvörf í sögunni. Þetta verið meira svona verið alltaf að reyna að leysa þetta eins og fjölskylduboð. En ég ætlaði að sko... Ég þarf að stoppa stutt bara eitt af því að... Þið takk ekki umræði yrði sársökufull, þá þeir bara að segja við því Simmi og Mikki og okkur öll sem er að hlusta að sko það er gott að gráta. Þannig að við skulum bara taka þennan sársöka, gráta undan honum og finna bara hvernig við vöknum innan í okkur sem manneskjur, þegar við finnum bara tárin lekandi í kinnana hjá hver öðrum og við finnum bara hjartað í okkur vaksa gagnvart hver öðrum. Förum bara dáleið. Það gert að betri lokaorð. Ég ætlaði nefnilega að fá þá til þess að ræða hérna feður sína og svona karlmennsku og svona, en þeir fóru bara strax að tala pólitík en Biggi reddaði þessu þarna í lokin með því að hvetja ykkur öll til þess að gráta yfir aumingja í Íslandi. Og við segjum það gott í kvöld og við segjum bara góða helgi, Mikki, Simmi og Biggi, kæra þakkir og þeir sem stöldru hérna við hjá okkur. Ægið góða helgi.